Góðan daginn, gott fólk og velkomin. Við erum að fara að spjalla eitthvað orð Guðs og eins og í öll einskiptin þá ætlum við nú bara að leyfa honum að ráða för og þannig við erum ekki undirbúin undir þannig síðan eitt sérstakt þema en kannski er það galli, kannski finnst það einhverjum vera galli, kannski er það í okkar augum. En því til að svara, það er líka allt til að leyfa bara Drottni að ráða. Við segjum að við eigum að leyfa honum að vera Guð og við leyfum honum því að ráða af því að hann er Guð. Og það er náttúrulega gríðarleg forréttindi, segi ég nú, að það þurfi ekkert að vera veltaði fyrir sér hvað maður eigi að tala. Og hann muni gefa manni orðin sem á að tala þegar þau eru töluð. Það finnst mér bara notaleg hugsun og þurfa að vera veltaði fyrir sér sýnt og heilagt hvað maður eigi að tala menn sem eru að tala áratugum saman. Það væri nú byrði, skal ég segja ykkur, að þurfa að standa í því. Ég tala nú ekki ef að menn þyrftu að skrifa upp alla sína ræður og allt það eins og við skilst nú á þjóðkirkjuprestarnir okkar blessaði geri. Þá er þetta orðin alveg hellingsvinna því að ein ræða sem er hálftími 3 korter að þú þarft að vera með nokkrar A4 blaðsíður þétt skrifaðar til þess að ná þeim tíma. En það er svo sem ein aðferð að gera þetta svona, en Drottinn var góður við mig og hann leiði mér að fara léttarleiðina. Og hún er þessi, bara sestu niður, Konráð minn, og svo byrjuð við. Og ég tók hann bara orðinu og hef gert þetta núna í yfir 20 ár geti ég trúað. Ég bara sest niður og svo byrjum við Drottinn að tala. Hann er auðvitað að tala, ég vil nú ekki viðurkenna það að ég eigi nú neitt í þessu nema bara það ég er að mæta. Ég er að gefa tíma mínum í þetta, það er nú það eina sem ég geri og er nú kannski léttasta verkið af þessu öllu saman. En hann er með boðskapinn, Drottinn er með boðskapinn og það er líf í orðinu hans. Það er ekkert svo mikið líf í mínum orðum, ekkert frekar en þínum orðum, töluð á holdinu. En þegar andi Guðs er komin í þau, þá er líf í þeim. Og þá getum við ekki þakkað okkur neitt að því og hvers vegna ættum við að þakka okkur einhvað. Við erum ekki að frambera okkur sjálf. Við verðum að muna það. Ef við erum í púlti til þess að frambera okkur sjálf, þá skulum við bara hypja okkur það. Því að það er ekkit staðurinn til þess að auglýsa og upplýsa mig. Já, upplýsa mig, jú, en ekki til þess að auglýsa mig. Þú segir þetta með mér, púltið er ekki til þess að auglýsa mig. Bara aldeilis ekki. Púltið er ætlað að segja fólki sem heyrir sannleikan það sem Drottinn vill að sé gert. Og það er einmitt mjög göfugt verk að hafa þá ábyrgð að Drottinn treystir mér og okkur sem að tölum fyrir þessu. Treystir okkur. Já, við erum allavega enn í þessu. Hann hlýtur að treysta okkur. Sumir hafa vikið úr þessu embætti. Það vildu gjarnan vera lengur. Af hverju? Ég svara því ekki neitt. Það er ekkit mitt hlutverk að vera neitt að svara því, en ég veit að þetta er staðan. Þess vegna hvetur Drottinn okkur bæði mig og þig til þess að vera auðmjúkar manneskjur og það er í auðmýktinni sem að þessi trúfesti við hann helst. Og hvað þurfum við meira en trúfesti við lifandi Guð? Ég þarf ekkit meira, ég veit ekki þig, en ég held að það sé sama svar fyrir þig og fyrir mig að við þurfum ekkit meira nema það að fá að vera undir vernd hans og varðveislu. Við erum það og við viljum vera okkur meðvitað að við séum það og til þess að tryggja okkur þar og vera öruggir að þetta sé með þeim hætti,
þá erum við undir þessari trú og við veitum að við erum þar en ekki einhvers staðar annars staðar. Með öðrum orðum, ég og þú, við vitum hvar við erum. Og ekki bara það að við vitum hvar við erum, við vitum hver við erum og annað sem svolítið mikilvægt, við vitum á hvaða leið við erum. Og á hvaða leið ertu, spyrðu? Ég er á leið til ríkis Guðs. Og Drottinn segir við þig, og þér er velkomið að koma með honum vini mínum, honum Konráði. Viltu það? Ég veit ekki svarið og þú svarar fyrir þig. Eina sem ég segi, ég bara hveti til þess að þiggja þetta boð. Því þetta er góður staður að vera á. Þetta er besti staður að vera á sem við öll er á, vissir þú það? Kannski vissir þú það ekki, því að það er svo margt sem hefur verið sagt kirkju og starf kirkju og alls konar uppi af jafnvel fyrrum kirkjuna fólki sem aldeilis er ekki að tala vel starfið, en fólk lýgur. Fólk getur alveg logið og margir eru að ljúga. Og hverju trúum við? Þannig er nú bara með það, elskuðu vinir mínir, að við trúum stundur lyginni. Er það ekki rétt hjá mér? Jú, við trúum stundur lyginni. Við trúum lyginni af ýmsum ástæðum. Ein ástæðan er að við heyrum eitthvað, en við erum ekkert að kynna okkur málin eitt frekar. Við bara gleipum við því sem við heyrum, af því að þessi eða hinn sagði það. Og það verður fyrir okkur bara satt og rétt. Og þannig getur vitleysan viðhaldist og jafnvel breiðst út, ekki neitt viljandi verk. Þú ert ekki viljandi að breiða út einhvað sem þú veist að er rangt. En stundum veist ekki að það sem þú ert að gera er rangt. Þú namst ranga kennslu, tókst hana sem rétta því þú vissir ekki betur og ef Guð vill, og ég trúi því nú að hann vilji það, þá leiðréttir hann það á einu stigi málsins. Þetta hefur komið fyrir mig ábyggilega jafn oft og þegar ég man til að mynda eftir, ég er svolítið í tölvum, búin að vera svolítið í tölvu núna í nokkuð lengi, í einhverja 2 áratugi rúma. Og maður hefur náttúrulega verið að læra meira og meira á þessar tölvur og ég man eftir því, ég er nú eins og veist kannski, þá er ég svolítið í myndum og myndböndum. Ég er ennþá í því, ég er ekkert að fara neitt úr því. Og ég man eftir því að þú veist náttúrulega alveg allt renderingu, þegar ekki? Jú, ok. Ég vissi náttúrulega eitthvað að þetta var eitthvað til á tölvunni sem hétt rendering í sambandi við myndina. Og eins og þú líklega og mögulega veist ekki hvað þetta er. Ég vissi ekki hvað þetta er og ég fór að spyrja einn sem í raun og veru vissi ekki heldur hvað þetta var, en taldi að þetta væri einhvað sem færi í gangi í tölvunni sem að svona lagaði til myndina og svona gerði eitthvað við hana sem að gerði myndina skárri. En svo fekk ég skýringu á því og ég tók nú alveg hinni því ég vissi þetta ekkert hvað þetta var og ég var bara með þessa skoðun uppi, þetta væri bara til þess að laga eitthvað myndina. En það var nú aldrei ekki þannig. Renderingin er til þess að þú, sem sagt, talvan hún vistar allt sem hún gerir í myndinni. Sem sagt að þess vegna eru menn alltaf hvattir til að rendera myndina áður en þeir vista hana endanlega. Þetta segir mér það, og það gæti alveg verið rétt, að þú vistar hana venjulega, en hún er kannski ekki að vista 100% allt sem hún gerir. En til þess að ná þessari 100% árangri, þá renderar efnið. Og svo getur búið til fælinn, myndbandi sem þú ert að vinna við. Þá á það, semst á myndbandinu, allt að koma fram sem að þú gerðir. En þó að allt kom ekki fram á myndinni sem að þú gerðir, þá er ekki þar með sagt að nokkur maður sjáu það.
En þetta eins og með annað, að rétt skal vera rétt. Og þegar þú ert að vinna og leggja mikla vinnu á því í myndbandsgerð, það oft mikil vinna í kringu þessu myndbönd og það þekki allir sem eru í kringum það, þá viljum við bara absolutt að það sem við gerðum séðar. Jafnvel þó enginn kæmi auga á það þó að væri ekki. Þetta fékk ég nú líka einu sinni uppgefið hjá manni sem var mikið að vinna við þetta og var að setja upp hérna þessi forrit og þóttu nú nokkuð lungin við það. Hann sagði mér þetta að það gæti sleppt úr ef að talvan væri ekki rétt uppsett með réttum græjum, réttum búnað í, þetta er alls konar tölvur til og það veitum við, þá gæti svo komið upp að hún væri að sleppa úr. Þetta er einmitt það sem að renderingin, já, tryggir að sé ekki. Nú veistu hvað rendering er og næstur þú fyrir að vinna myndband og þú hefur ekki nefnt að setja þessa renderingu á því hún getur verið svolítið lengi að vinna. Nú ertu alveg ákveðin í að láta hann að rendera frá upp að þetta enda. Af því að þú vilt, eins og ég, til dæmis vita hvað er hvað. Þannig að þú sért ekki eins og ég að flytja skilaboð sem eru röng, ekki viljandi, en þú vissir ekki betur og ég vissi ekki betur. En svo kom rétt mynd á og ég bara státtu við það. Svona er þetta, svona kemur leiðréttingin fram í lífinu, þú nemur einhvað, þú ert að nema rangakennslu, það getur alltaf gerst fyrir okkur. Eins og ég var að taka mynda sjálfum mér, ég var að spyrja mig einhvað sem ég hefði ekki grænan grun hvað var og lenti þarna á inni sem var ekki heldur viss á því og hann sagði það sem hann hélt. En svo komst ég að því að það var heldur ekki rétt mynd. Ekki svo að skilja að þarna væri einhverja grafalvarleg mistök að ræða, það var nú ekkert svoleiðis. En rétt er rétt og það er alltaf skemmtilegra að vita hvað er rétt. Og þá líka skilum við betur hvernig þessi tæki vinna. Að þau vinna svona eða einhvern veginn öðru sig. Það er nákvæmlega þetta sem að orð Guðs gerir líka. Það segir okkur sannleikann, en við með veikleika okkar getum alveg tekið ranga mynd af því sem við erum að lesa og það er vel þekkt. Og við jafnvel verum við upp í skoðun eða kennslu jafnvel og tölum það að þetta sé svona og svona. Svo kemur leiðréttingin inn í það frá hæðum, frá Guði, þetta er allt frá Guði. Og þá sjáum við að þetta var ekki rétt sem við vorum að segja. Og auðvitað náttúrulega finnst okkur það ekki vera gott því að við erum nú þannig gerð, þetta trúaða fólk, að við viljum fara rétt með einkum og sérilagi það sem snýra orði Guðs. Okkur er svona ekki vel við það, við getum orðið svolítið hrygg ef við verðum uppvisa því að jafnvel hafa verið að kenna einhverja kennslu sem að þegar uppástaði var ekki rétt, en við vissum ekkert betur, við vissum ekki annað en að þetta væri allt saman korrétt og samkvæmt orði Guðs. Þetta getur allt saman skeð. Auðvitað getur þetta orðið fyrir einhvern alveg svakaleg stuð sem gerir að verkum að hann bara leggur þetta frá sér, en það á maður ekki að gera. Maður skal heldur vera manneskjan sem tekur leiðréttingunni ákveðin í að láta hann ekki endurtaka sig. Það getur við gert. Það er líka, mundu það, að þetta er líka að berjast trúarinnar góðu baráttu. Það er ekki vilji Guðs sem kallaði mig og þig til verka að við stígum út úr því. Því hann reiknar með því að við gerum einhvers staðar mistök. Hann er ekki að setja hvorki mig að þig í embætti sem fullkomnar manneskjur á nokkura mistaka. Hann gerir engin mistök, en við gerum mistök og við erum að læra. Muniði það, við erum að læra.
þegar ég var að byrja í minni trú, þá vissi ég ekki jafn mikið og ég veit í dag. En núna veit ég miklu, miklu meira og ég veit hvað má og hvað má ekki. Og ég hef fundið þetta frelsi sem trúin að tala Og ég kann vel við þetta frelsi sem hún að bjóða. Ég elska þetta frelsi. En maður sér stundum menn vera að leggja helsi og bindingar á systkini. Akkur það? Af sömu ástæðu ég var að tala áðan, fólkið veit ekki betur. Það því að kenna einhvað sem raunkennsla, alveg svo ég var að tala áðan, með þess ágætu tölvu, ég var alveg með þá að reyna þetta væri svona, en svo kom það í ljós, það var ekkert svona. Maður náttúrulega bara kyngdi þessu, því að þetta var klár tölvumaður sem kom með þessu leiðréttingu, þannig að ég var ekkert að deila neitt í það. En núna veit ég hvað þetta svokallaða rendering og núna veistu það líka að því ég að segja þið frá því. Og það annað við þetta sem svolítið svona dapurt finnst mér, hvað við erum einhvern veginn ófús til þess að láta vitneskjunu sem við höfum frá okkur fara einmitt til þess að hjálpa öðrum. Þar liggjum við á upplýsingum eins og, hvað segir maður ekki, hundar og roði á. Já, hundar og roði og segjum ekki nei. Akkur það? Ég veit það ekki. Maður skilur þetta með menn sem að selja sína vinnu til að mynda upplýsa menn að þeir sé ekki geta dæla þessu út því að þeir fá kannski greitt fyrir það, en svona almennt okkar á milli, þá þetta vera bara augljóst þetta dæmi sem við bara til Og við ættum meira að segja að vera miklu duglegri við að tala þetta, því að við vitum ekki hvar vandinn liggur með þessi tæki sem við erum að vinna með og lendum í strandi með aftur og aftur, svo fullt af fólki í kringum okkur sem veit allt þetta, en það þegir þunnu hljóði. Það kannski nennir ekki að standa í þessu. Við erum svolítið þannig, við erum svolítið nennum þessu ekki. Alltaf að vera, maður veit alveg hvernig þetta líka þegar eitthvað í gangi, þá erum við kannski alltaf að hjálpa mönnum með þetta og með því, auðvitað getum við alveg orðið þreytt á því. En við getum líka alveg sagt nei þá, ef þetta orðið of mikið, þá bara segjum við nei, ég hef ekki tíma til þess og ég eiginlega hættur að standa í þessu. Og ég hef nú gert það. Ég hef nú tekið mér það taki að segja bara ég nú eiginlega bara hættur í þessu. Og þá það ekki orðinu meira með það. Við ráðum okkar lífi sjálf. En við erum ekki hættir með Guðsorðið. Við erum ennþá að standa í Guðsorðinu vegna þess að Guðsorðið lífið sjálft og það viðurkennum við ekki svo ósjaldan. En svona erum kannski ekki alveg eins fús til þess að vera það sem verið að kenna Guðsorð. Við erum svo uppteknar manneskjur, það svo mikið í boði hjá okkur að við höfum valmöguleika á öllu bara í tugum talið. Veitu hvað á ég að velja í dag? Þetta ekki lengur eitthvað eitt í boði. Það hefur kannski aldrei verið það, en svo mikið víst að fyrir 100 árum var ekki allt þetta kraðaki boði fyrir fólk, segjum til afþreyingar, að afþreyingin fyrir 100 árum, hún lá mest í því að við byggjum hana til sjálfir. Einu sinni voru húslestrar. Húslesturinn var svona í stórum dráttum þessi afþreying sem menn jafnvel hlökkuðu til að vera undir. Kannski hlakkaði þeim til, en maður náttúrulega veit ekkert þessa tillökun hvort að hún endist alveg bara út í eitt þegar þetta alltaf á þessum tíma og alltaf svona svipuð þema, þá getur nú verið að gamanið farið að kárna. Við veitum alveg hvernig fólk
En þetta ekki lengur. Við erum með svo mikla afþreyingu, bara hvað viltu? Og við veljum einhvað sem afþreyingu og förum kannski alveg leið frá þessari afþreyingu, því að mikið af þessari afþreyingu ekki bara einhver uppbygging. Það nú aldeilis ekki þannig. Þetta alls konar svori og alls konar einhver bara ljótleiki sem við erum að horfa á. Og tala nú ekki þessar myndir sem við erum að dæla út, eða þættir. Þetta ekkert annað en vanda fólks. Sorgir fólks. Það verið að svíkja þennan, það verið að svíkja hinn. Fólk að halda framjá, og út allt í þessum myndum og við erum að horfa á þetta og þetta dæltinn og heimilinn alveg og það sést ekkert annað en svona. Af hverju sést ekkert annað en svona? Af því við viljum þetta. Þessar sjónvarpsstöðvar, þær að mata, sem það bara fylgjast með því hvað fólkið vill. Af hverju? Flestar af þeim að selja sína vöru. Þetta mikið af þessum sjónvarpsstöðum áskriftar sjónvarp. Og það segir sig alveg sjálft að þú ætlar að halda áskrifundum hjá þér, þá verður að vera með einhver efni handa þessum áskrifundum sem þeim líkar. Og hvað líkar þið? Þú ert að horfa á það í þessum sjónvörpum. Og þú bara lætur þið leiðast yfir þessu út í eitt. Og svo einhvern stað þá sérðu bara þú ert bara að eyða tíma þínum í ekki neitt. Það náttúrulega vissan átt að vakna. En þetta það sem í dag. Og svo ef þú vilt ekki gera þetta, nennir ekki að horfa á sjónvarpi núna, hvað ætlar að gera þá? Þú getur farið, þess vegna hvers sem er. Það einhver svaka flottur knattleikur á vellinum og þú getur farið þangað þú vilt. Ef þú vilt fara á barinn og fá þér 1 bjór, það alltaf 1 bjór, þá gerur það. Og svo framvegis. Sumir fara í bíó, það svona hluti af dægrastyttingunni sem í boði og bara hér og þar, þetta út allt. Akkur haldið þið til að mynda að kallinn á kassanum hafi haft athygli. Því það var svo lítið afþreyingu á þessum tíma þegar hann á vappi. Og meira að segja kallinn á kassanum sem að talaði Guðs orð dró að sér að því að fólki gaf sér tíma til þess að hlusta á hann, ekkert endilega vegna þess að það hungraði svona í Guðs orð. Það bara eyddi tímanum yfir því sem hann var að segja og sumir af þessum mönnum hafa sjálfsagt verið flinkir og flottir ræðumenn. Kannski meira að segja svo sumir þannig útbúið pakkan sinn að menn gátu inn á milli hlegið og það nú ekki verra. En þetta var þá. Og þess vegna hafði kallinn á kassanum sína athygli til jafns við marga aðra sem voru að gera sama. En þetta ekki lengur. Farðu á háanna tíma í dag og starta á einhverjum kassa. Hver myndi stoppa? Kannski 1 í 2 mínútur. Kannski 2 í hálfa mínútu eða rétt svona hlusta hvað kallinn var að segja. En auðvitað var það líka með kallinn á kassanum að hann var náttúrulega með ákveðna ræðu, en menn kom og fóru. Þó held ég nú að einhverjir hafi staðið þarna við kassan svo lengi sem að kallinn var að tala. En menn kom og fóru, hlustuðu kannski 10 mínútur, þetta var kannski hálftíma að ræða, eða klukkutíma ef maður veit svo sem ekki hvað voru úttalsgóðir þessi menn, en ég rekna nú alveg með því að þeir hafi alveg getað talað klukkutíman. Og kannski gerðu þeir það, ég man ekkert eftir þessum kalli á kassanum sjálfur í mína tíð, ég man aldrei eftir því, ég held að áður en ég svona kem til vits og ára þá séu þeir nú svona mestu liti hættir, en það getur samt vel verið að þeir hafi verið við líði ennþá.
Þetta nú orðið töluvert breytt, allt bara frá því að ég var að slíta mínu basskóm suður í Hafnarfirði. Ég man aldrei eftir neinu kalli á kassa þar, en það ég ekkert viss að þeir hafi neitt verið þar, en þeir voru í Reykjavík, á Austurvelli og þar. Hvenær þeir voru, veit ég ekki. Ég held nú að þeir hafa nú verið þarna eftir 1950 og kannski eftir 1960. Það ég nú nokkuð vissum, en upp úr því fara þeir að týna tölunni og þá alltaf breytast í þessu samfélagi. Þá að koma inn öll þessi tækni og með tækninni kom afþreyingin alveg í bunkum. Útvarpið var náttúrulega komið og það var að dæla út alls konar efni og það var þannig með útvarpið hér í Öndverðu að ef það var einhvað sem að fólkinu líkaði, þá sást þú ekki á einu minn fólk, manneski og göttinni. Það voru allir að hlusta. Útvarpsleikritin voru mjög vinsæl og ég man eftir þeim og þau gátu nú verið alveg svakalega spennandi. Ef þú manst eftir þessum útvarpsleikritum, þá manst eftir kannski leikriti sem hét Hulin augu. Og við vorum heima með, þetta var svaka spennuleikrit fannst manni og við vorum alveg í hnappi yfir útvarpinu. Ég man eftir því að ég svona sat á gólfinu eða sat á hækjum mér einhvern veginn og það var svo spennandi á einu staðum ég reisi mig upp og þá var annar svona yfir mér, ég bara fór undir hökun á honum og það var vist ekkert mjög notalegt. En svona gerast nú óheppin líka. Honum var nær að vera að teygja sig yfir mig og hann var orðið svo spenntur og ég þarna að hlusta orðin alveg svoleið spenntur og vissi ekkert hvað var að gerast í kringum mig og vissi ekki að það var komin haus yfir minn haus, þannig ég bara stóð upp og beint undir hökun á honum. En það kostaði nú ekkert meira. En svona var þetta þá. Svona var útvarpið til að byrja með. Það átti sína áhangendur. En það aftur á móti hefur líka þynnst út og orðið hérna, nú þarna ennþá, oft ágætis efni í því, það verður nú að segjast eins og En þetta orðið svo mikið eins. Hlustaði til að mynda á þessar rásir, útvarpsrásir, segðu mér hver af þeim sker sig eitthvað úr með efnisval. Það eru allar að spila svipaða músík, af hverju? Eins og vorum að tala áðan, þeir sinna sínum hlustendum. Það þýðir ekkert að vera að koma með einhverja gamla músík, Beatlana og Rolling Stones, það eru nú reynda klassískir, en ef þú væri bara með það, þá myndi nú enginn enn að hlusta. Og líka það að þessi músíkstefna, hún breytist. Og það í dag hefur reyndar lengi verið, ég segi allt of lengi, það sem einhver síbylja Síbylja fyrir mér einhvað sem að, menn einhvern veginn að apa upp hvorur eftir öðrum. Og ef að menn að apa upp hvorur eftir öðrum, þá spyr maður, hvað var það sköpunargleðinni sem menn höfðu? Það í alveg 100% vissum að Guð vill að sköpunargleðin mín, hún fái að virka. Og þegar þú ert knúin áfram að sköpunargleði, þá máttu vita að þú hefur mjög gaman að því sem þú ert að gera. Kann að vera að þetta verði ekkit endilega það vinsælasta af öllu vinsælum, það allur gangur á því, en þú allavega getur sagt að ég hafði mjög gaman að því að vinna þetta verk. Vegna þess að þú leyfðir sköpunargleðinni svolítið að eiga þig. Það gott að vera með ráð fagmanna yfir sér og fá leiðbeiningar frá þeim, þeir gera manni gott. En þú þarft sjálfur að vera sáttur, þú þarft sjálfur að sætta þig við niðurstöðuna, eða ef ekki, þá hefur allar rétt til þess að gera breytingar á því, af því þetta þitt verk, þetta þitt í raun og veru sköpunarverk og þannig á þetta að vera.
Ég er einstaklingur, þú bendir á sjálfa þig og segir sama, ég er einstaklingur og ég vil að þetta sé svona og ég hef allan rétt til þess að hafa þetta svona. Ef að menn eru hins vegar með það að markmiði að þetta verði vinsælt þannig séð, því að menn eru líka alltaf að hugsa aurinn, það er allt í lagi með það, við þurfum líka að hugsa aurinn, en við verðum líka eiga til þann metnað að geta sagt okkur sjálf að þetta verk fannst mér alltaf skemmtilegasta verkið sem ég gerði. En það er enginn sem segir mér það að það hafi flogið upp í einhverja hæðir. En þú allavega, þú hafðir gaman að þessu. Og þú vannst þetta að því að þú hafðir gaman að því. Og það er einmitt það sem við þurfum að gera og það er 100% vilji Guðs að þú hafi gaman að því sem þú ert að gera, því að þegar þú hefur gaman að því sem þú ert að gera, þá flæðir alls konar fram sem af skemmtilegu, sem skemmtir þér og mögulega einhverjum öðrum einnig því að þú veist það ekki. En þannig eigum við að gera þetta. Það tel ég vera alveg skýra vilja Drottins að við sjálf höfum ánægju af því sem við gerum. Og ég er nú mjög þakkláttur Drottni fyrir það að ég hef nú yfirleitt haft ánægju af því sem ég prívat að gera, þannig ég get ekkert kvarta neitt undan því. Og ég bara bið það, ef að þú ert á þessum stað, að þú hafir líka gaman að því að gera það sem þú ert að fást við. Viðtökurnar eru allt annað mál. Það er ekki nokkuð leið að reikna með þeim. Það eru margar sagnir til dæmis verk sem menn er að gera í tónlist, að þeir áttu vona því að þetta lag, þeir voru náttúrulega að keppa til sigurs, þessi kallar mikið af þeim, það átti að fara með svona eitt lag á vinsældalista og það náttúrulega gaf þeir eru líka að hugsa peninga, flestir af þessum guttum, þessu fólki. Þeir áttu vona því að þetta lag færi upp, svo var bara allt annað lag sem gerði það. Svo fyrir utan það var kannski ekkert af því sem gerði sitt gagn. Og við erum ekkert alltaf spámenn í eigin föðurlandi, en aðalatriðið er að ég og þú sem erum að skapa, sem sátt við það hvernig útkoman er. Það finnst mér vera númer 1, 2, 3 og 4 og upp úr. Eins og við vorum að tala áðan og þá vitum við aldrei nein viðbrögð. Það er ekki hægt að reikna fólk út hvað það varðar. En ef við vöndum okkur og erum þeim megin línu, að þá, menn kannski, finnst eitthvað við þetta, en þeir sumir sjá náttúrulega ekki neitt, sjá að menn er að leggja sér fram þetta. En það segir ekki til það hvort að mennu líki þetta eða ekki. En þeir allavega sjá að menn hafa lagt sér fram þetta og ég hef oft séð þetta. Mér kannski, mér finnst þetta nú ekkert sérstakt, að þið bara smekkur mannaði mér sér, en maður sér að vinnubröðin eru mjög vönduð. Að því leyti til getur maður alveg virt þetta. En ef að vinnubröðin eru slæleg, þá er það vegna þess að það er hroðvirknislega að fara með það. Og það kann aldrei góður lykkar stýra. Og jafnvel þeir sem að standi í þessu eru svona ekkert státtir við þetta. En þeir nennti ekki að gefa þessu lengri tíma. Þannig er þetta nú oft. Við nennum ekki að gefa þessu lengri tíma. Ég er nú reyndar svolítið þannig, en ég er nú oft líka þannig að maður leggur sér allan í þetta. En þetta er svolítið lykill sem við höfum. Þetta er svolítið svona lykill sem við höfum. Veistu af hverju hann stafar? Hann stafar af metnaði. Hann stafar af jákvæðum metnaði og það held ég að sé Guði mjög vel þóknanleg staða. Jákvæður metnaður setur okkur á þann stað að við viljum vanda þetta. En eins og við vorum að tala áðan og þetta vita allir menn,
en við vitum aldrei neitt viðbrögð. Það er ekki hægt að reikna þau út fyrirfram. Það getur engin maður, það engum manni gefið það að reikna neitt svona út fyrirfram. En eitt geta allir menn, þeir geta vandað sig eins og þeir best kunna. Og það er alltaf hvatningin. Hvað sem þú gerir, vandaðu þig eins og þú kann með þetta og hitt verkið. Og settu það frá þér þegar þú vart orðinn sáttur við það. Til að mynda þegar ég var að skrifa, ég var nú skrifandi til að byrja með, ég kunni ekkert að skrifa. En það held ég að ég geti sagt mér til hrós að ég setti aldrei neinn skrif frá mér fyrir en ég var sjálfur orðinn sáttur. En þetta fór, ég var að skrifa í blöðin, þetta fór allt þangað. En svo sá ég, þegar ég sá þetta byrtu alltaf, ég vildi alltaf eftir mig, ég skil nú ekki að hverju það var. En þegar ég sá hérna útkomuna, að þá var þetta talsvert breytt frá því sem ég gerði, og mér fannst það reynda miklu betra svona. Og en ég samt segi mér til hrós að ég gerði eins vel og ég gat. Og það er með það sem við erum að tala gerðu eins vel og þú getur, en gættu því ná að læra þó af því ef að þú lendir í sömu stöðu og ég lendi í fyrstu árin, að þetta var allt saman umorðað. Þannig lærði ég að skrifa. Þannig lærði ég með tímanum að koma með góðan stíl frá mér. Og þetta sem maður er að gera í dag, þetta er aldeilis ekki af engri fyrirhöfn. Það var svo mikið sem ég hafði fyrir þessu. Ég var svo lengi að þessu. Að gera eitt blað sem ég skrifa á kannski 1,5 tíma í dag, maður var alla vikuna að þessu. Og það er sagt að þannig var þetta. Og ég skilaði þessu frá mér eins og best ég kunni, en samt var þetta allt umorðað meir og minna. Þá fóru þetta í hendurnar á fagmönnum sem kunnu stílinn. Já, þetta hjálpaði mér til þess að verða ágætis penni sem ég tel mig verið í dag. En þetta er yfir 20 ára ferli, minn kæri vinur, yfir 30 ára ferli. Ekki, ég byrjaði að skrifa 84, það er 2021 í dag. Er þetta ekki yfir 30 ár? Jú, þetta er yfir 30 ár. Og maður er ennþá við þetta, ennþá að læra, ennþá að stúdera, ennþá að spá. Maður leggur sig ennþá alla fram í þessu. Og ég hef aldrei tekið birt neitt sem ég er ekki sáttu við. En stundu stendi mig að því að ég hefði ekki átt að birta þetta maður, og þá hendi ég það út aftur. En það kemur mjög sjaldan fyrir. En ef þessi hugsun kemur til minn eftir ég er búin að birta, þá fjarlægi ég það. Það er nú bara siður. Ég held að það sé nú bara hinn besti siður. En líka þannig, bara vertu viss það sem þú ert að gera, þá þarftu ekki að fjarlægja neitt. Þannig að við erum að fá ágætis hvatningu í dag, og þetta er alveg hiklaust eitt af því sem að Drottinn vill að við skoðum. Það segir við mig, Konráð, legðu þig allan fram, og mundu það að það er akkur í því að leggja sig allan fram. Og þess vegna höldum við áfram að gera það sem Drottinn vill að við gerum, og tölum, við tölum nú bara það sem hann vill. Það hefur nú verið minn stíll, og þetta er nú kannski aðeins öðru sig en við, ég átti von, ég reyndar á aldrei von á neinu, en það kemur alltaf eitthvað út úr þessu, og ég læta bara að vaða. Drottinn getur alveg verið með okkur í öllu sem að við tökum okkur fyrir hendur. Hann er einu sinni Guð. Og honum er annt lífið. Hann veit að lífið er ekki bara eitthvað eitt. Hann veit að það sem við erum að fást við er alls konar. Dagsdaglega, alls konar. Og hann veit líka hvetja okkur til að það sem er svona alls konar sem við erum að gera, að það sé umfram allt bara vel gert. Er þetta ekki bara fín hvatning? Er þetta ekki bara eitthvað sem við getum öll tekið undir,
að væri betra að vera undir heldur en ekki. Já, vinir, ef við hafa þetta lengra. Ég veit ekki hvað ég er búin að tala lengi, ef við stopp bara hérna og gerum alvöru verk næst. Í Jesú nafni. Amen.